Í fréttaaukanum í kvöld, siðblinda alvarleg persónuleikaröskun og margt bendir til þess að slíkir einstaklingar hafi átt auðvelt uppdráttar í viðskiptalífinu hér á landi fyrir hrun. Það eru ákveðnir þættir í viðskiptalífinu sem gerir þá að gróðrastígi fyrir siðblinda einstaklinga. Margt bendir til þess að íslenskt viðskiptalíf fyrir hrun hafi verið gróðrastíga fyrir siðblinda einstaklinga. Siðblinda alvarleg persónuleikaröskun sem lýsir sér meðal annars í kaldlyndi, skort á samhygð, samviskuleysi og spennufíkn, en jafnframt í miklu sjálfstrausti, sjálfsáliti og yfirborðslegum persónutöfrum sem margir láta blekkjast af. Talið að 1500 til 3000 manns hér á landi séu haldnir þessari persónuleikaröskun. Vægðarlaust ryður hann sér braut gegnum lífið og skilur eftir sig slóð af brostnum hjörtum, væntingum og tómum veskjum. Hann svífst einskis í eigin þágu, enda samviskulaus og ófærum að setja sig í spor annara. Svona hljómar lýsing kanadíska sálfræðingsins Robert Hare á siðblindum einstaklingi, en hann hefur varið stórum hluta starfsævinnar í rannsóknir á siðblindu. Bókin Snakes in Suits eða Snákar í jakkafötum, þegar hinn siðblindi fer í vinnuna eftir Hare og Paul Babjak, hefur vakið mikla athygli, sérstaklega í ljósi þess sem gerðist í efnahagshruninu haustið 2008. Hugsanlegt að siðblinda hafi átt þátt í íslenska efnahagshruninu? Já, góð spurning. Ef maður skoðar aðeins hvað hefur gerst erlendis, til dæmis í sambandi mál eins og Enron-málið, og þar sem mjög mikið hefur verið rætt að þar hafi allavega einhverjir sem áttu þátt í hruni þess fyrirtækis verið siðblindir. Og þá sér maður ákveðna hliðstæðu með því sem hefur gerst hér heima. Og hér náttúrulega svo ofsalega margt í gangi sem maður veit ennþá ekki sem maður rétt svo heyrir alls konar innherja, svik og svindl og prettir, og þannig að það ekkert ólíklegt að umhverju hér hafi dregið til sín siðblinda einstaklinga. En hvers vegna ætli hafi verið svona lítið rætt að þetta hafi verið eitt af þeim atriðum sem að gæti hafa valdið því hvernig komið er? Já, ég bara hef ekki svarið því. Ég hef velt þessu fyrir mér og ég held bara að við fagfólkirinn höfum ekki staðið okkur nógu vel í því. Þetta kannski dálítið líka okkar hlutverk að fjalla þessa hluti. Í grein sem Anna hefur skrifað í tímaritið Geðvernd segir hún að viðskiptaheimurinn hinn síðari ár hafi orðið berskjaldaðri fyrir siðblindum. Hratt, áhættusamt en gróðavænlegt umhverfi sé einmitt það sem siðblindir sækjast eftir. Ég fekk fyrst áhuga á þessu í rauninni eftir byrjun október 2008 og mundi það eftir því að ég hafði lesið bók skrifaðan af Robert Hare sem heitir Without Conscience eða Án samvisku og fjallar siðblindu. Að því maður náttúrulega velti því fyrir sér, held ég, eins og vel flestir hafa gert, hvað hafi eiginlega verið að gerast og hvernig gátu svona margir hörmulegir hlutir gerst, og maður velti fyrir sér hversu mikið af því sem gerðist var á einhverju grásvæði og jafnvel glæpsamlegt. Siðblinda eða Psychopathic Personality Disorder alvarleg persónuleikaröskun, en ekki má rugla saman siðblindu og svo kallaðri andfélagslegri persónuleikaröskun, en erlendar rannsóknir benda til að alltaf 80% fanga séu haldnir andfélagslegri hegðun, en siðblindir fangar séu aðeins 20%. Siðblindu fangarnir höfðu hins vegar framið 50% af alvarlegustu glæpunum. Og vissulega þegar maður les siðblindu og sérstaklega þegar maður les siðblindu í svona viðskiptalífinu og les það sem að skrifa mikið siðblindu til dæmis eftir Enron-málið, að þá finnst mér ekkert ólíklegt að eitthvað svona hafi verið í gangi hér. En hversu mikið ómögulegt að segja. En viðskiptaheimurinn, hann mjög berskjaldaður fyrir siðblindu? Það vilja þeir meina Robert Hare og Paul Babjak, að það eru ákveðnir þættir í viðskiptalífinu sem gerir þá að gróðrastígi fyrir siðblinda einstaklinga.
Við þekkjum til dæmis þetta kerfi sem við bjuggum við hér á síðustu árum með þessu miklu skuldsettu yfirtökum, gríðarlegur þrýstingur á alla sem í viðskiptalífinu voru að hefja útrás með einhverjum hætti. Menn voru ekki menn með mönnum nema hlutirnir stækkuðu vel og helst 20% á árum. Og þar með gleymdust atriði sem að skipta líka máli í viðskiptum, ekki síst í bankarekstri, eins og hugtök eins og varúð, að menn fari sér hægt, gæti að stiku sinn og vog til þess að hlutir fari ekki í óefnið, að menn missi tök á aðstæðum. Það bendir einnig margt til þess að þetta gildismat hafi orðið mjög ráðandi á flestum sviðum þjóðfélags, orðið mjög ráðandi til þess í opinberri umræðu inn á hinu pólitíska sviði og þar fram til götunum. Og ég held að þar hafi skapast ákveða hættu ástand og að menn hafi þar með orðið blindir gagnvart öðrum gildum sem að mikilvægt að hafa í heiðri bæði meðal almennings en ekki síður þess fólk sem starfar innan bankakerfisins. Í Háskólanum í Reykjavík kennt sérstakt námskeið í viðskiptasiðfræði til að undirbúa nemendur undir það að glíma við ýmsar siðferðislegar spurningar þegar út í atvinnulífið komið. Fyrst og fremst þetta mikilvægt að einstaklingar séu þess umkomnir að átta sig á því þegar þeir standa frammi fyrir siðferðislegum álitamálum. Þar sem þeir eru í aðstöðu til þess að velja á milli þess sem réttir og rangt velja á milli ákvarðana þar sem að hægt að lágmarka skaða af ákvörðunum eða því sem nauðsynlegt telst að gera. Við getum ekki í raun og veru innprentað í huga fólks nákvæmlega munin á rétt og röngu. Það ekki hlutverk okkar. En fyrst og fremst þetta að láta fólki í té verkfæri sem gerir því betur kleift að greina þessar aðstæður sem uppkoma. Meðal námsefnis í viðskiptasiðfræði í HR eru atriði úr myndinni Wall Street, þar sem Michael Douglas leikur ósvífinn viðskiptajöfur sem svífst einskis til að græða peninga. That greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Gamla form fyrirtækja, þar sem fyrirtæki voru svona stærri og þunglamalegri, meiri skriffinska, meiri reglur, það var ekki góðu staður fyrir það. En svo breyttist þetta og með svona harðari samkeppni að þá þurfti fyrirtækinu að vera einfaldari, minna skrifræði til þess að geta tekið hraðari ákvarðanir, meiri áhættusækni til þess að mæta meira harðari samkeppni og það í rauninni þannig breytti struktúr fyrirtækjana og gerði það verkum að siðblindir eiga auðveldara með að koma sér áfram innan fyrirtækjana og auðveldara með að fela dökku hliðar persónuleikans. Men þeir þrífast vel þar sem eru fáareglur, þar sem hálaun og háir bónusar, það það sem þeir leita eftir. Þeir vilja fá peninga og völd og þeir þrífast vel þar sem mestu skiptir hvað þú í rauninni græðir mikið fyrir fyrirtækið og það skiptir minnamáli með hvernig aðferðin þú gerir það. Og þeir eru líka alltaf að leita eftir einhverju áhættum, þetta eru áhættu fíklar. Þeim leiðist ef það ekki eitthvað spennandi stöðugt að gerast. En siðblinda stórt orð og auðvelt að skella skottleirum við því, en samkvæmt rannsóknum 3 sinnum líklegra að finna siðblindan einstakling í stjórnunarstöðum í þjóðfélaginu, þar sem völd og áhrif liggja en í öðrum störfum og því málið grafalvarlegt. Þannig held að sé mikilvægt að misnota ekkert orð, en það orð hefur náttúrulega verið misnotað í gegnum tíðina. En siðblinda mjög alvarlegur hlutur, mjög alvarleg persónuleikaröskun, eins og alvarlegasta hræðilegur hlutur. Og ég held að sé mikilvægt að maður haldist aldrei fast í að þetta sé nákvæmlega það og ekki bara eitthvað orð sem maður notar einhverja erfiða einstaklinga. Nýlegur kaupþingsdómur sýnir að dómstólar hér á landi virðast alltaf taka hart á brotum í tengslum við bankahrunið. Þýðir það að siðferðislega gildismatið hér á landi hefur færst til aftur? Það orðið strangara en það var til dæmis á meðan allt var hér á útopnu? Ég hugsa að svona, já, að matið á þessum hlutum meðal almennings sé að minnsta kosti farið að skipta meira máli og að fólk sé farið að gefa þessu meiri gaum.
og það virðist vera sem að dómstólar hafi þarna tekið afstöðu meðal annars á grundvelli almenningsálits því að þarna þessi dómur vitnar að það sé verið að þyngja refsingar í þessum málum og mér finnst það persónulega benda til þess að dómstólar séu að senda þau skilaboð til samfélagsins að menn verði látnir sæta refsingu fyrir hluti sem að lögin kveða á að séu óásættanlegir inn í viðskiptalífinu. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur líka í dag að uppræta svona hluti í okkar samfélagi og innan fyrirtækja, viðskiptalífsins og annað. Og það er náttúrulega að þessu leyti verið að gera það. Það er náttúrulega verið að leggja mikinn pening í rannsóknarvinnu. Þetta er erfið vinna, þetta eru oft klókir einstaklingar og hafa mikil völd og mikla peninga. Og það þarf að gera mjög ítarlega og góða vinnu og það er verið að gera það og ég hef alveg full að trúa því að það sé hægt, það tekur bara tíma.